Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 8, þá það sagði fréttir. Hjá mér Páll Óskar Ásgeirsson sem hérna það sem kallað intern. Já, ég í starfskynningu. Og Björn Þorláks sem búin að vera lengi í starfskynningu. Ég elsti nemi í starfskynningu sem hefur komið hingað. Já. Herðu, það hérna opinbera fréttir sem settur sig upp á daginn. Það var blaðamannafundur í Stjórnarráðinu. Það sem hvað heitir hann? Ekki innviðaráðherra? Forsætisráðherra og fjármálaráðherra voru að kynna annars vegar stofnun innviðafélags og svo hins vegar breytta samgönguáætlun. Tillögur ráðherra breyttir samgönguáætlun, það að koma þessu í einu þingið með einhverjum hætti. Ef við ekki að byrja aðeins að ræða þetta innviðafélag, þetta verður félag sem öllu leyti í eigu ríkisins til að byrja með. Já. Mun sækja, þarna verða lagðar inn eignir, til dæmis, við getum svona einfaldað, geti verið Hvalfjarðargöngin og það verður tekið þá ákvörðun það að nýta eldri eignir, eldri göng til þess að innheimta gjöld sem að síðan í framtíðinni verða notuð til þess að standa undir lánum og öðru slíku fyrir nýgöng. Þetta svona víða til, þetta fyrirbrigði. En síðan náttúrulega framkvæmdin að þessu getur verið alls konar. Endanum getur þetta endað í höndunum á einkaaðilum sem að þurfa náttúrulega að fá sinn arð og svona. Þannig að þá náttúrulega munum við borga miklu meira til lengdar heldur en að þetta væri opinber eigu. Þannig það var svo sem þetta komið ljós. Svo tímir endanlega liðin að við greiðum skatta og skattarnir fara í innviði svo sem samgöngur og heilbrigðisþjónustu og það allt saman. Sá tími bara endanlega liðin. Þá menna þú liggir á spítalunum og segir í hvað fóru eiginlega skattarnir þegar komið stöðumælir við liðin á rúminu þínu? Nei, ég menna sko, við erum að tala um veggjöld líka, muni fylgja. Þetta alvarleg umræða sem ætti að eiga sér stað, hvort þetta eigi að vera í gegnum skatta eða borga sem að notar eins og sættir. Já, og það sem að hefur verið frítt, þar sem við höfum ekki frítt, það mun kosta það. Og hérna, það eru margar stóra spurningar í þessu sem ekki hafa farið hátt í dag. Þá var rukka fyrir líkhúsgjald sem að við sluppum við áður, við sluppum við ekki ennþá þánir, en fólk sem að dó var svo heppið að deyja undan okkur að það þurfti ekki að borga. En ekki þessi hugmyndum innviðafélagið, þetta ekki megin atriðum lýsing á fyrirkomulaginu sem ríkið hafði þegar að byggði Vaðlaheiðargöngin? Að stofna einhvers konar félag, ríkið leggur til pening? Nei, ég held að þar var eiginlega öllum ljóst nema mögulega Steingrímur J. að það félag myndi ekki ganga upp. Það varúðarorðin komu mjög fljótlega fram það að þessi hugmynd að vegagjöldin myndi standa undir framkvæmdinni, að það gæti aldrei gerst. En það ekki það sem að þetta nýja innviðafélag á að gera? Ég held þess að gert í alvörinni. Já, en ég minna, ekki sömu forsendur í gangi núna, það að segja að það veit enginn hvernig framkvæmdir það eru, hvort veggjöldin munu standa undir framkvæmdum. Það gerði ekki ríkið, var það ekki alltaf að bíða eftir einhverjum fjárfestum sem vildi taka þátt í að byggja nýjan þjóðvegastur í Hornafirði? Jú, það er ekki hægt að láta það. Það vildi enginn gera það? Nei, það er nefnilega málið sko, að ég fekk pínutinn áhuga á fyrirbæri sem heitir National Trust sem heldur utan svona túristastaði í Bretlandi. Og það byrjaði í Stonehenge og þar náttúrulega endalaust af fólki sem kemur og til í að borga aðgöngu að einhverju þjónustu miðstöður og slíku og þangað til að það búið að byggja hann upp og þeir fá miklu meiri pening. Þannig þá byggja þeir á næsta stað og það heldur áfram og svo ertu komið með kannski 50, 60, 70 svona staði. Það þessi staði þarna og hann stendur ekki undir sig sjálfur og myndi aldrei gera það einn en hann getur gert það í púljunni. Þannig að Hvalfjarðargöngin að þau eru búin að borga sig og þegar það byrja að fara að rukka aftur þar að þá næst inn peningu til þess að vera með framkvæmdi þangað til að framkvæmdirnar við Höfn í Hornafirði fara að skila arði. Já, en eyðilaði ekki ríkið sjálft svolítið þessa hugmynd með Vaðlaheiðargöngunum vegna þess að þeir heiktust á því að loka Víkurskarðinu. Þannig það hefur alltaf verið og til þessa dags að þá þarft ekkert að fara í gegnum Vaðlaheiðargöngi frekar en skipti núna yfir í fréttarittur okkar á Norðurlandi. Þetta alveg rétt, Víkurskarðið opið, náttúrulega allan ársins. Kannski hefði það verið góð mynd að loka því. Það eru margir sem að spara sér peninginn, sérstaklega á sumrin og þegar ekki háveitur. En hvað vil ég loka Hvalfirðinum, þannig ég get ekki keyrt hann ef ég vil ekki borga í göngin? Við erum bara að velta fyrir okkur rekstrargrundvelli þessa innviðafélags að ef að ríkið á þetta innviðafélag eða við
og eigum að borga fyrir það, fyrst að leggja þið til eigið fé og síðan að styrkja það með framlögum þegar við notum samgöngumannvirkin, að þá hljótum við að hafa áhuga á því hvernig rekstrarskilyrði því eru búin. Það mætti þess vegna halda þið fram að Ölfusárbrú, Hvalfjarðargöng, þau munu geta borga sig með svona svipuðu þjónustugjöldum og voru Hvalfjarðargöng á sínum tíma. Sundabraut náttúrulega gullnáma á einhverja veggjalda. Já. Og þetta hugmyndin, sko. Já, og þá eins og Vaðlaheiðargöng sem að einhver fjármálaráðherra tekur og heldur nefið og hendir inn í þetta félag, vitandi að það mun aldrei skila félaginu góðu, en það verður bara að vera þarna. Ég heyrði ekki betur en að sko Sundabraut sem hann kom svolítið óvart með að spýta bara í það að það er bara ráðast þar í framkvæmdi strax næsta ár. Mjög brattur Eyjólfur, ráðherra, að ég held að þar erum við að tala um sko fundamental tekjuleið fyrir einhvern veginn stærra módel. Skildu það ekki þannig? Já, þetta er eins og við höfuðborgarbúar að segja þá að skattpín okkur til þess að þið fái vegi landsbyggðarmennirnir. Já. Ég býst við að komi þessi sjónarmið koma upp. Þau koma alltaf. Já. Sko, og þau eru líka erfiðasti hjallinn í allir svona framkvæmd vegna þess að þeir sem að hafa mesta vikt í allir þessari umræðu gagvart hinu opinbera og gagvart alþjóðun, það eru þessi 20% sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. En út af þess að ég skoðaði National Trust á þessum tíma, að þá ætla ég að segja það sem sjöundu kynslóð Reykingur, að mér finnst svona félag, ef þetta er eins og ég að segja, að það séu kannski helmingurinn af framkvæmdunum munu skila sér kannski á 20 ára tímabili framkvæmdin, og eftir það fara þeir að skila inn. Þetta er bara svipað út að virkja. Búrfellsvirkjun er bara hreint gull núna, á meðan Kárahnjúkar eru bara rétt standa undir vaxtakostnaðinum sem af lánunum sem eru. Og með því að gera þetta svona, þá ertu annars vegar að við ætlum að hafa framkvæmdir sem að borga sig sjálfar, en svo ætlum við líka að láta félagi standa undir því að við getum keyrt út um all land, og það eru bara verðmæti sem að þegar þú keyrir Sundabraut, að þá ertu að henda inn einhverjum kannski 150 kall í það. Já, ég meina, ég er alveg til að borga. Það er ekki það, ég er ekkert á móti þessu. En Björn er að benda á, kannski erum við búin að borga þetta, því að endanum þá getur það staðið fram með fyrir því að við erum að borga skatta. En svo allt sem er opinber og samneyslan, að við þurfum alltaf að rukka fyrir það í leiðinni, þá spyr maður, í hvað fóru skattarnir mínir? Ég held að ég spá ekki vel fyrir þeirri framkvæmd að fara að rukka aftur í Hvalfjarðargöngin. Ég held að það verði ekki mikil hrifning yfir því. Svo þarf maður líka að setja þetta í samhengi við það að allt frá hruni hefur hér verið hörmulega staðið að innviðum ýmsum og ekki síst samgöngum, afskaplega lítið framkvæmt, lítið betrum bætur í samgöngum og náttúrulega eins og við vitum stórt gat í ganga framkvæmdum. Skattfé sem er tekið af okkur til slíkar framkvæmdir, notaði eitthvað allt annað. Já, notaði eitthvað allt annað. Og sko það getur verið að þetta sé réttlætt með því að nú sé bara einhverju ögur stund, við þurfum að fara að byrja á að vinna inn einhvern hala og þurfum bæði skattfé frá ríkinu. Það einhver hluti á að koma beint frá ríkinu, er það ekki? Inn í þetta? Innviðafélag? Stoppframlag eitthvað? Já, þá að leggja félaginu til eigið fé. Það er ekki svo mikið eigið fé vegna þess að þetta er svona framkvæmdir sem að ég held að sé auðvelt fyrir ríkið til dæmis að fá lán. Þannig að það bara fer eftir í hvað það er svona hvernig þú stillir því upp, því meira lán sem þú tekur því hærri verða þjónustugjöldin. En ég held að sporin hræði vegna þess að ríki stóð illa af þessu í Vaðlaheiðargöngum með því að loka ekki Víkurskarðinu og þannig að tryggja allir notuðu göngin og það skilaði sér þannig að ég vann í ferðaþjónustunni í 4 eða 5 ár þarna á þessum tíma og fyrirtæki sem ég var að vinna fyrir, það bannaði á litlum rútum eða stærri rútum að það bannaði sínum starfsmönnum að fara í gegnum Vaðlaheiðargöngin af því að en er það svolítið dýrt? Ég var svolítið hissaði í kyrðu, það er svolítið dýrt. Það er ekki pointið. Pointið er það að opinbera, það stóð illa að því að tryggja þessari framkvæmd tekjuflæði. Það fóð þannig illa með okkar skattpenninga.
Ef maður kaupir kort, ef maður fer margar ferðir, þá sleppir maður með niður í lítið, sko, 800.000 kall, max 11-12. Og það er gamalt triks til þess að hafa fé af ferðamönnum, að stökferð rándýr, en kortið sem að þú mátt keyra bara eins og þú vilt eiginlega, að það kostar aðeins rúmlega meira heldur en 3 ferðir, þannig að engin túristi kaupi kortið, en heimamenn geta keypt kortið og eru þar lendi að borga miklu minna. Það er útúr, en svo við klárum Vaðlaheiðargöng, að nú þeir hættir að setja á því eitthvað sektargjald ef þú ferði í gegn, fákunnandi það og eigir að greiða, að þeir eru að bregðast við með ábyrgari hætti heldur en eru mörgum bílastæðanum, að nú ekkert sektargjald heldur, þú bara borgar sömu fjárhæð þegar þú drukkaður eftir ferðina heldur eins og þú farið. En það er eitt sem við erum að taka fram, ástæðan fyrir að það er búin til svona innviðafélög eru það að við göngust undir alls konar skilyrði hvað ríki megi borga mikið, hvað halli megi vera mikið, ekki hort til þess hvort að peningandi fari í framkvæmdir sem að munu bæta skattheimtu og styrkja samfélagi til lengri tíma, þannig að við göngust inn á svona, þetta var sett á nýfrjálsíkjárunum og þar af leiðandi hefur ríkið ekki lengur afl til þess að leggja hringveginn eins og gerðu áður. Reyndar með skatti, ég held að vera lagður skattur það var lagður skattur til þess að eiga fyrir hringveginum, alveg svo var lagður skattur til þess að eiga fyrir Breiðholtinu. Þannig að þá verður ríkið að búa til sér félag vegna þess að ríkið hefur ekki þrek til þess að byggja, af því að það bjóð sér sjálft til handjátt sem leiddi til þess að það hefur ekki þetta þrek. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að hagfræðingarnir hafa búið til og stjórnmálamennir allir á þingi eru rosalega ánægð með þetta system. Já, það er áhugavert. Herðu, en þetta var ekki það sem var verið að tala í heitupottunum í dag. Það var verið að tala tillögur Eyjólfs, samgönguráðherra og innviðaráðherra að breyta röðuninni. Fjarðarheiðargöng sem eru á milli Seyðisfjarðar og Egilsstaða eru ekki efst á forgangsröð, heldur eru komin í einhvern biðflokk. Og þá að leggja göng sem eru úr Norðurlandskjördæmi eystra yfir í Norðurlandskjördæmi vestra, þar sem að Eyjólfur er þingmaður. Já, en það hefur honum verið borið það á brýna að þetta sé kjördæmapott, hvernig það velur, hvort sem það eru góður aukað ekki. En Fjarðarheiðargöng verðar nú sennilega bara ekkert grafin. Það er ekki alveg búið að henda þeim út en þessi lausn sem þið koma með fyrir austan ekki meðan að Eyjólfur ríkir. Nei, það er auðvelt að mann verið fótaskortur á tungunni, það eru Fjarðargöng og svo er Fjarðarheiðargöng, en þessi millileið þarna fyrir austan sem er í öðru til 3. sæti núna á eftir fljótagöngum sem að fer í gegnum Mjóafjörð frá yfir til Norðfjarðar. Og veltur upp spurningum hvort laxeldisáform sem að Hanna Katrín ráðherra var að tala. Eyjólfur sagði það bara, ég heyrði það þegar hann var að vera röki fyrir þessu, annars verður þetta myndi hjálpa Seyðfirðingum að komast á stærsta vinnustæðin sem verður álverið og nýtt laxeldi í Mjóafirði. Hann talaði reyndar eins og laxeldi væri þar nú þegar. Já, það er mjög áhugavert og Seyðfirðingar sitja eftir með sártennið fyrir austan. Þar er atvinnulífið þar hafa verið mikil áföll og búsifjar. Og það er náttúrulega epíst fyrir atburðarásina í dag að svo hörmulega vilji til að í umferðarsleysi á Fjarðarheiði skuli látast einstaklingur í dag af því að rökin sem að mest er telt fram, hvað var það fljótagöngum, eru umferðaröryggisrökum náttúrulega hinn eldfornu Siglufjarðargöng og svo líka hinn svokölluðu strákagöng og svo líka hinn svokölluðu almenninga þar sem vegur skríður fram 1 metra á ári. Herðu, ég ætla að skjóta inn einu að því að þetta er forsíða Moggans í morgun, að því að við erum ofta segja hitt og þetta Moggan. Þeir náðu þessu þó að þetta væri á leiðinni sem kannski allir vissi svo sem. En það er samt þetta er gamaldags fréttamennska að það er eitthvað á leiðinni og við skulum vera fyrstir með það. Já, ég held að það var ekki rúm með þetta líka í gær. Já, það. Jú, í kvöldfréttum. Ég held að það hafi eitthvað verið farið að ég verða þá að draga helminginn af hrósi mínu til Moggans tilbaka. Viðbrögðin voru náttúrulega kannski fyrir austan. Hérna er Jónína Brynjólfsdóttir sem er forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi. Hún er algjörlega orðulaus. En það er ekki alveg rétt hjá henni því ég las fréttina, hún sagði ýmislegt þetta. Já, sagði það í löngu máli og væri orðlaus. Það er nú bara þannig. Þetta er leið til þess að tjá sig. Já.
Þetta áfallur, þau eru búin að vinna þessu lengi, það er búið að undirbúið þetta, það er búið að eyða, hvað var ekki, 600 milljónum í undirbúning? Jú, svo vísaði í samstöðu þingmanna frá 2020, þar sem hver einasti þingmaður eiginlega skuldbatt sig til þess að... Þingið var búin að samþykkja að þetta er nú með efst og alveg saman hvað Eyjólfur vill, að það var ekkert komið í ljós að hann náði í gegnum þingið. Líklega því að það er samstaða með ríkisstjórnarinnar. Kristrún segir það, fullur einhugur inn í ríkisstjórninni. Ég held að Eyjólfur hefði aldrei stigið fram með þessa ákvörðun ef það væri ekki. En stundum gerist það að allt í hennu hittnar í málinu og einhver sem að sagði já, átta sig allt í hennu og þetta er svolítið dýrkeypt já og ég kannski ekki að fara í framboð aftur í Norðurlandsskjóta meistra ef þetta gengur eftir. Ég meina maður segir að ég vil bara vara við því að tala gerð jarðganga eins og það sé eitthvað bjargráð fyrir svona jaðarbyggðir eins og Austfirði vegna þess að ég held að ef við berum þetta saman við Vestfjarðagöng sem voru grafin á 10. áratugnum fyrir 30 árum eða þar bil að þá var margt af því sem er sagt ávinningin af Fjarðarheiðargöngunum og jarðgöngum yfirleitt áhrifin á stækkun, þetta er notaði frasar eins og stækkun atvinnusvæða, hagræði, styttri ferðatími, meira öryggi og allt þetta. Þetta var allt sagt fyrir vestan þegar var verið að sameina lítil sveitarfélög í aðdraganda þess að það voru grafin göng. Ég held að ef við myndum skoða það, þá hefur fátt að því komið fram sem var lofað. Það er að segja að það sem að Vestfirðingar höfðu upp á krafsinu var það að fólki hélt áfram að fækka þrátt fyrir og rifjum það bara upp að þeir fækka á öllu svæðinu í heild eða á þessu sem voru tengt með göngunum. Já, Súandi og Flateyri og þar á leiðandi Þingeyri er hluti af Ísafjarðarbæ. Þetta er að gerast Svipaleit og Gugganeseld, svo því sé haldið til haga. Þannig að það var svo sem verið að reyna að bæta atvinnulífið á sama tíma og þeir voru sjálfur að selja það undan sér. En margt af þessu fólki hélt síðan áfram að fækka og það sem að grætist með göngunum þar að með reglulegum samgöngu þá var grafið undan verslun í þessum jaðarbyggðum. Þannig að verslunin fluttist til Ísafjarðar. Þannig að þú ert fyll upp í göngin. Ég held að það væri hægt að gera margt verra fyrir versluninga heldur en það. Þannig að tala gerð jarðgangna sem eitthvað bjargráð fyrir jaðarbyggðir, ég bara vara við því og spyrjiði bara Vestfirðinga hver þeirra reynsla hefur verið að þessu. Kannski ættu fólki á Seyðisfirði og Egilsstöðum að fara. Ég veit ekki hvaða afstöðu heldur að fólki á Egilsstöðum hafi. Er þeim ekki alveg sama hvort það sem kom í Fjarðargöng eða Fjarðarheiðargöng? Jú, það held ég. Er það? Ég held að þetta sé bara Seyðisfirði. Þarna í bakgrunninum er líka það sem aldrei er nefnt er að þessi samstaða að grafa Fjarðarheiðargöngin að það átt að hjálpa ferjunni til þess að fara ekki frá Seyðisfirði yfir á Reyðarfjörð. Já, sem að hefur stundum poppað upp í umræðinni og gerði það einmitt með dálítið þunga í aðdraganda þess að var farið allt í einu farið að tala um þessi Fjarðarheiðargöng. Og þetta er í rauninni mjög skrítin nálgun vegna þess að ferjan er rekin af einhverju einkafyrirtæki sem ég veit ekki einu sinni hverjir eiga. Er ekki Færeyingar? Eða Færeyingar, frændur okkar og vinir, ok. En ég get ekki séð alveg forsendunar fyrir því að Íslenska ríkið eigi að byggja upp mjög dýra innviði til þess að tryggja það að ferjan komi að landi þarna en ekki þarna. Einu fjörðum frekar en hinum. En líklega þá fólki sem býr á Egilsstöðum er eiginlega alveg sama. Fólki á Reyðarfjörðum er frekar á því að fá ferjuna og sama með Eskifjörð. Norðfirðingum er alveg sama. Allir farþegarnir úr ferjunni koma í Egilsstaði hvort sem er. Hvort sem þeir komi í land á Reyðarfirði eða Seyðisfirði. Svo er eitt sem að verður að nefna í þessu tilliti að Seyðfirðingar hafa hafnað laxeldi. 70% íbúa þar eru bara mjög gegn. En það nú er reyndar að tróða því svolítið onni í kokið. Já, en þeir hafa hafnaði. Á meðan þeim mjófirðingar vilja núna endilega þessir 8 sem að búa þarna, hvað þeir eru, vilja allir fá laxeldi og maður spyr sig og aðrir hafa spurt sig þess í dag á internetinu hvort það sé bara verið að refsa Seyðfirðingum fyrir þeirra fyrir afstöðu. Já, en eitt hefur komið fram að Fjarðarheiðargöng eru mjög dýr. Ég sá ekki að töluna 80 milljarðar. Þannig að þetta eru mjög dýr framkvæmdar. Ef að það er borað yfir í Mjóafjörð, að það að keyra upp úr Mjóafjörði er ekkert vandamál. Það er ekki heiði. Þú ert bara komin á þjóðveginn, bara hefur komin upp úr. Það er ekkert flókið, það er ekkert svona veðravíti eða ófærð eða
Ég ekki vissum að Ég reynir svo mikið á þú það. veitir þetta, þú erum Já, að ég veit skrifa þetta. 80 bækur Ég veit þetta. hvert einasta stein á Íslandi. Og þá sem að setja þið á striki með það að ástæðan fyrir því að þú heyrir lítið af ófærinir í Mjóafjörð er að það er lokað á veturinn. Það er engin sem á leið. Það er engin sem á leið Þessi 8 hafa ekki vetrarsetu. Já, en það er líka fjallvegur sko úr Mjóafirði og upp á Hérað, alveg eins og Fjarðarheiði, en vissulega ekki eins há, en það er ekkit sérstakur vegur. Þannig að En er það ekki sami vegurinn og fólk keyrir frá Reyðarfirði? Nei. Fólki sem fer frá Egilsstöðum og Reyðarfirði fer Fagradal. Eins gott að við höfðum þennan lærling með okkur annars hefur við talað okkur inn í eitthvað döngstræti. Annað sem var kannski minna búið að vera í fréttum að á þessu fundi þá er eiginlega Reykjavíkurflugvelli gefið líf. Já. Ekki? Jú. Þannig það verður Reykjavíkurflugvöllur svo lengi sem að þið lifið, piltar. Þessi fundur var sko mikill samgöngufundur á þessu leyti að ríkið segist ætla að byggja nýja flugstöð á Reykjavíkurflugvelli og það má vel horfa á þetta með þeim glerugum að þetta er formaður Samfylkingarinnar sem lýsir þessi yfir, forsætisráðherra. En Samfylkingin sem er að nafninu til í leiðtogahlutverki í Reykjavík hefur lengi haft það á sinni stefnuskrá að losna við þennan sama flugvöll. Og alltaf verið að þrengja að honum og verið gagnrýnt fyrir það að meiri segja núna framkvæmdir sem eru út í Skerjafirði og andstæðingar, þeir sem eru með hjartagrafið í Vatnsmýrinni, að þeir hafa alltaf talað Samfylkinguna að þeir séu að grafa undan flugvellinum. Já. Og það hefur kostað held í Samfylkinguna svolítið svona landsvís og ég held að þetta er búið að vera linnulaus áróður í 20 ár. Já, og það er ef maður lætur í ljós einhverja skoðanir það maður sé alveg til í að fara með þennan flugvöll úr Vatnsmýrinni, þá er því oft svara með spurningunum, viltu drepa börn? Af því að þau komast ekki á spítalan í tæka tíð. Og svo erum við núna búin að mála okkur út í þetta skrýtna horn að við erum búin að byggja þennan spítala við endan á þessum sama flugvelli en ætlum ekki að hafa þyrlupall á spítalanum. Og reyndar er landlæknir að tala að það verða að koma fyrir. Já, það verður að koma fyrir, en af hverju er ekki hægt að sýna okkur annað teikningunum? Var ekki gert ráð fyrir honum? Já, þyrlunar stækkuðu. Þetta hefur búið svo lengi á leiðinni. Já, þannig að burðarvirkið sem heldur upp í þyrlupallinum, að það er ekki nógu sterkt og það er líka hækkan með einhverjum hætti af því að þyrlun var náttúrulega stærri. Þannig að nú hefur verið að tala um að setja þyrlupallin þar sem BSI er. Já, er það. Sem er náttúrulega svolítil sóun á jarðnæði að vera með annan flugvöll fyrir þyrlur. Ég minnst það en mér skilst eiginlega að það sé eiginlega eina lausnin af því að það er eiginlega ekki lausn á því að styrkja þyrlupalli sem var áætlaður ofan á þessari rannsóknarbyggingu að það er eiginlega bara búið og gert, hann verður ekki þar þannig að það verður að sitja þá þyrluflugvöll, rífa BSI og setja þyrluflugvöll. En er þetta þá ekki í leiðinni ein áminningin það að við settum hennar spítala ekki á réttan stað. Jú, það skildi endurinn skoða. Já, það skildi endurinn skoða og þarna, ég vil bara minna á að Sigmundur Davíð var alltaf á móti þessu og það samræmist þeirri kenningum minni að ef maður fylgist með þjóðmálunum nógu lengi og gerist það örugglega einu sinni að þú verður sammála Sigmundi og þarna get ég tikkaði það bóks að þetta var rétt hjá honum. En við verðum að gefa þeim það að meiri hluti þjóðarinnar ítrekkaði í könnunum núna upp á síðkastið hlynntur því að Reykjavíkurflugvöllur veri að minnstakosti í bráð. Þannig að hún er ekki að taka pólitíska áhættu með þess. Svo líka var hugmyndin það að samþykktin var svo að ef það fyndist betra stæði og þá var hort yfir á Hvassahraun og en við jarðhræringarnar á Suðurnesjum svo næstu 200 árin þá held ég að það sé ekki vinsæl ákvörðun að taka að fara að byggja flugvöllur. Jarðfræðingandi segja að þessi eldsumbrot sem umstanda, þetta er upphafið að 200 ára hrinu, þannig að það er ekki alveg gott og ef það á að fara upp í Hólmsheiði sem var nú hinn staðurinn sem var nefndur þá þarf að fella mjög mörg tré til þess að það sé hægt. Þá ég eru með eina frétt frá Bandaríkjunum norsk göng sem eru, þeir eru að byggja göng. Já. Og undir sjó. Já. Hvað er þetta langt? Þetta er 27 kilometrar löng neðansjávargöng. Hvað er það svona fyrir okkur sem að... Það eru lengstu neðansjávargöng sem að Hvalfjarðargöng eru 6 kilometrar ef maður rétt. Já. Og þau göng sem verið að tala hugsanlega ef til vill einhvern tíman í framtíðin að grafa til Vestmannaeyja, þau eru 18 til 20 kilometrar eftir því hvaða. En ef að norðmenn ná að klára þetta
að þá verða 27 km löng neðansjágöng og þau lengstu í heiminum. Hvað kostar þetta þá að búa? Ég held að nú þetta fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 320 milljörðum íslenskra króna. Þannig að jarðgöng til Vestmannaeyja myndu kosta kannski svona 280 milljarða. Ef við setjum þetta í svona íslenskt samhengi, þá tengir þetta saman byggðirnar aðalega Stavanger og Bergen, styttir ferðatímanum 40 mínútur og það eru samtals 350.000 mann sem búa á sitt hvorum enda. En þetta snýst ekki bara þessar tvær byggðir heldur vegna þess að þetta tengir saman hluta af Noregi og tekur af öllum mörgum öðrum en þarna búa mikinn krók. Til að setja þetta í samhengi þá búa 5,5 milljón manna í Noregi öllum og þeir gera ráð fyrir að 53 að þá verði ferðatíðni í þessum göngum komin upp í 13.000 bíla á dag. Ef við gröfum svona göng til Vestmannaeyja þá eru þau tæp 20 kilometrar. Það eru tæplega 4.000 manns á hinum endanum og þetta er ekki gegnum akstur. Það er hægt að taka vegagjöldin á með víxli að það verður svo dýr. Til að setja þetta í samhengi þá myndu Vestmannaeyjagöngin miðað við þessa gjaldskrá þá myndu þau kosta álíka mikið og 5 ára samgönguáætlun í heild sinni. Eða 200 milljarða. Og ef þeir sem að nota í að borga að þá myndi kosta kannski 3 milljónir að fara til leiga. Já, það gæti verið dýrt en ég held að það sé ennþá einhvers staðar í myrkvöðu stjórnkerfisins starfandi starfshópur sem á að kanna físileika þess að gera þessi göng til Vestmannaeyja. Ég hnuss alltaf þetta kemur og sé ætlaði að leggja jarðgöng í gegnum virkt eldfjall. Sko, til þess að koma aftur á Vaðlaheiðargöngum þá eru þau einu upphituðu göngin í heiminum, skilst mér. Það er 27 stiga hiti á tilteknum stað inn í göngunum og ferðamönnum þótti... Er það að setja sjóböðar, held ég? Það var gaman stundum að stoppa þar í svona biðpláss og hleypa ferðamönnum út þess að þeir gætu upplifað að það voru oft heitara fyrir utan bílinn heldur en inn í honum. Þarna getum við komst í snertingu við bráðir raun ef við gröfum göng til Vestmannaeyja. Nei, ég held nú að svona í alveg tala þá held ég... Nei, og þau verða það aldrei og þess vegna skil ég ekki alveg af hverju alltaf verið að stofna starfshópa nema þá til að hygla einhverjum sem eiga að sitja í þeim fyrir hand sinna flokka. Halda kjósendur volgum. Herru, þetta var bara önnur af svona stóru opinberu fréttunum. Önnur var það að Seðlabankinn hélt fund, hann var reyndar með og hann kemur með breytingar á hámarki greiðslubyrðar. Hann er að mæta þessu sem við erum búin að fjalla um mikið að til þess að koma út allt of dýrum eignum að þá hafa verktakafyrirtæki og einhverju sjóðir svona á þeirra vegum boðið íbúðarkaupendur að eignast húsnæði, eignast 10% í húsnæðinu, taka lán fyrir kannski 70-65% meira en verktakafyrirtækið eigi áfram 20-25% í húsinu og þú borgar leigu af því. Svo er þetta kúlulánur þegar þú ert að borga þau upp eftir 10 ár. Jú, þetta er ekki beint kúlulán en Jónas hagfræðingur HMS hefur orðað þannig að því að þegar að verktaki segir ég vil ekki þetta lengur þá verður þú að borga hann út. Eða þið seljið þá bara í sameiningu þannig að með þeim hætti að þá er það ekki kúlulán en ef þú verður að borga hann út þá er það kúlulán. Og Ásgeir, fannst mér Jónsson talaði svolítið svipað og við höfum svolítið gert að þetta væri eiginlega dæmi það sem að væri verið að koma dýrum eignum yfir á þá sem hafa kannski ekki efna á því og hann lét hannig og hann oft talað hvað er þetta greiðslumatið það væri verið að venda fólk fyrir að taka ekki á sig og ef að þú í það sem eru rökstuddar kenningar það að fasteignin séu 15% of dýrar miðað við þróun launa og annað slíkt og þú átt bara 10% í því og þú tekur lán fyrir 65-70% sem er mjög hæg eignamyndun eða þú til dæmis með verðtryggðu vöxtum að þá ert ekki eignast neitt fyrstu 15 árin og svo verður verðfall á húsnæði og þá tapar þessu ekki mun verðtaki tapa því hann er fyrir neðan þig Þannig er þetta þá eins og undirmálslánin sem að hrundu af stað bankahruninu. Bara hljómar svo líkt í að þess vegna hef ég leyft mér að vera að benda það aftur og aftur. Þetta sé subprime lán. Það sem hefur verið að koma ofdýrum eignum á fólk sem hefur faktist ekki efna á kaupa. En er þetta ekki einhvers konar nauðvörn? Er þetta ekki enn eitt dæmið það hvað fasteignamarkaðurinn er í verktaka? Já, það er nauðvörn verktaka en þetta er líka staðfestir það hvað húsnæðismarkaðurinn er
komin í miklar ógöngur. Og ég held að Seðlabankinn sé að veðja bara á raunverulega fastegna verðslækkun. Ég held að það sé bara svo stefna sem hann að hugsa og keyra hlutina. Og það, af því að þeir sendur frá sig yfirlýsingu fjármálastöðugleika nefndar, það sem kemur fram meðal annars styrkur bankakerfisins og þar kemur fram að þeir meti hann bara mjög sterkan og náð miklum endurfjármögnunum og séu bara mjög sterkir, sem eiginlega í anda þess sem þú ert að segja núna, að bankarnir gæti tekið á þessu högg sem yrðu þá þegar að verktakarnir þyrftu að lækka verð og þá náttúrulega fara einhverjur á hausinn sem hafa veðjað mikið og það verður áfall í efnahagsreikningi fasteignafélagana og annars slíkt sem að... Og væntanlega margir fasteignaeigendur myndu þá eiga þeir sem hafa nýbúin að kaupa það, en þeir náttúrulega, ef þeir geta greitt af lánunum, þá geta þeir þreyjað þorrann þangað til að húsnæðið hækkar aftur. En í gær tóku höndum saman í vonum að Seðlabankinn væri frekar að liðka til fyrir lánveitingum. Formaður samtaka iðnaðarins eða framkvæmdastjóri og Halla hjá VR, þau voru bæði með eitthvað svona sameiginlegt ákall til Seðlabankans og þau fá bara hnefann beint fram ákall það að Seðlabankinn myndi rýmka skilyrði til lántöku en hann þvert á móti að herða þau. Það það sem hann að gera. Og sem sagt formaður samtaka iðnaðarins og Halla hjá VR, Sigurður hjá samtökum iðnaðarins og Halla, þau fengu eiginlega bara á kjamman í dag af því að þau höfðu í gær beitt sér fyrir því sameiginlega, ólíkir aðilar, komur tveimur ólíkum hóðnum, að nú þið Seðlabankinn aðeins að minnka spennuna en hann bara nota járnefan sko. Þetta fordæmalaust ástand Þetta úr mokkanum í morgun. Lántaka auðveldar en áður. Nei, þetta það verið að lána til þess að þú vilt kaupa fasteign á Spáni. Það sést fyrir þá sem eru metnir trúverðugir skuldarar, þá getið þið keypt hvað sem í heiminum. Það nóg til að peningum. Það bara gallinn að kannski helmingurinn af fólkinu, hann skilgreindur þannig að hann sé ekki hægt að lána honum. Þannig að þetta mun auka enn á stéttaskiptingu. Veit einhver hvað það eru margir Íslendingar sem eiga? Nei, ég man ekki eftir því. Það ábyggilega, ég myndi giska á 60.000 myndi ég giska. En ég veit ekkert það. Það gríðarlega algengt. Þannig að þetta góðar fréttir fyrir þann hóp eða fyrir þá sem að vilja bætast í þann hóp. Já, líka kannski ykkur sem vilja losna. Já, svo það. Því að það stundu sagt að ég veit ekki hvað það sé sagt sumarbústaði. Það var sagt engasnekkjur. Það bara 2 dagar sem að þú gleðst yfir því, þú kaupir hana og þú selur hana. Því það eru margir sem eiga náttúrulega sumarbústað að nota einu sinni í viku og kannski bara að renna upp fyrir þeim að þessi íbúð á Spáni sem að við notum eiginlega aldrei neitt, að hún ekki til neins. En svo eru aðra fjölskyldur sem að þetta orðið bara eins og sumarbústaðir eru oft. Þetta orðið félagsheimili fjölskyldunar. Allir gangur á þessu. Og mér skilst það sé nokkuð algengt að 2 pör kaupi saman eða nýti saman. Því Íslendingar vilja nú helst ekki deila neinu með öðrum sko, við erum meira og minna öll með okkar einkabíl og eitthvað svona, en þarna séu svona, mörg dæmi að 2 fjölskyldur kaupi saman, nýti sömu. Ég þekki dæmi þessu í Lissabon til dæmis og fleiri en eitt dæmi sko. Herðu, frétt í Financial Times. Pútín að ásaka Evrópuríkin séu að reyna að eyðileggja friðarsamningana og hann vill náttúrulega ná samningum svona í anda 28 punktana sem komu fyrst, sem að lágu. Það sem að hann fær land og Úkraína gengur ekki í NATO og það verður dregið úr herafla og við þekkjum þetta. En Evrópa alveg á fullu að reyna að, þannig að þetta svo sem ekki nýtt. Það eru mjög ólík sjónarmið á milli Bandaríkjanna og Evrópu það hvort og hversu langt eigi að teygja sig á móti kröfum Rússa. Og ég með nokkra fréttir, það úr Börsen, það svona fréttaskýring sem þar. Það sem að verið að fjalla að hvernig Evrópa að reyna að tróða sig inn í þessa friðarviðræður. Þeir eru náttúrulega með svo til sérstakar stöðu að stríðið í Evrópu, en það bara Donald Trump sem að talar við Pútín. Og þannig að friðarviðræðurnar eiginlega fara fram
af því að Evrópa hefur verið með þá línu að það þýði ekki að tala við Putin og eigi ekki að tala við hann eigi bara að koma og gefa sér fram sem stríðsglæpamaður og annað slíkt. Þannig að núna þegar alvaran svona framöndan annarkvort verður samið á forsendum sem Evrópa á erfiðleikum að setja sig við eða stríðið heldur áfram þar sem allir held ég að gera sér grein fyrir því að það mun ekki verða til lengri tíma góð tíðindi fyrir Úkraínu að þá Evrópa að reyna að tróða sig að borðinu. Og þetta hérna í Le Monde síðan líka fjallað þetta sama mál. Og þar eru þeir að segja að þeir eru að reyna Evrópa að skoða það, möguleiki að því að menn eru að horfa stjögu fyrir að Trump mun líklega láta verða að hótun sinni að hætta stuðningi við Úkraínu. Og þá Úkraína, Zelenski var í Írlandi, í Dublin fyrir vikunni, sem ekki eins og í NATO og þannig hann kominn að leita til svona vana hefðbundinna stuðningsmanna NATO að hvort að setja sá fjárhagsstuðning þar og Evrópa að brjóta upp alla bauka og að leita að einhverju leið til þess að safna peningum. Og þeir eru að skoða það og þarna kemur fram að það er eiginlega 2 kostir sem eru í boði, annars vegar að taka lán sem á að borga með stríðskaðabótum sem að Rússar munu borga þegar þeir tapa stríðinu. Ég veit ekki hvernig það yrði metið hjá Ásgeiri Jónssyni sem svona hvernig það fari hér á greiðslumatið. Það er svolítið veðmál að veðja að þeir vinni stríðið og geti tekið peningana. Hinn kosturinn það að taka bara einfallega lán í svona fjárhagslegu burðarvirki Evrópusambandsins, þannig að þetta kæmi þá ekki sem skuldir inn á ríkisreikninga hvers ríkis fyrir sig til þess að mæta þeim fjármunum sem að Úkraína þarf á að halda þegar og ef Bandaríkjamenn draga tilbaka. Við erum líka með held þessi berlínske. Þar þetta Rutte sem framkvæmdastjóri og hann að tala að Evrópa sé að ræða virka þátttöku í stríðinu. Hvað þýðir það? Það þýðir að senda hermenn. Okay. Myndi ég halda. Hvað myndur þú tala það er bara næsta skref því að Evrópa sendir vopnin og Evrópa með viðskiptaþvinganir og Evrópa með svona, hvað heitir það, svona leyniþjónustu upplýsingar og eitthvað fleira, þannig að það er eina að næsta skrifa væri að senda hermenn og ég meina Macron hefur talað á þeim nótum, stundum skiljað á kanslara Þýskalands að hann sé jafnvel á þeim nótum, en það er svona erfitt að segja það. En þetta er staðan í Evrópu í dag og ég held að hún hefur aldrei verið háskalegri. Ég sagði fyrir ári síðan að það sem væri mest á öryggisógnun í Evrópu væri stefna Evrópuríkjanna í Úkraínu. Því að hún myndi ekki, möguleikin hún geti endað með algjöru hruni. Hún geti sanna það að NATO sé að styðja eitthvað land leiði ekki til sigurs viðkomandi. Það er svona áfallið til þess að sambandi við Afganistan. Að þegar það komið inn í að Evrópa beitir öllu afli, það dugar ekki á móti rússneskum her sem allir eigi að hlæja, hvað sé illa skipulaður og vondur. Og svo kemur það í ljós að þetta afhjúpar að það er ekki til neinn vopn í Evrópu. Það er ekki hergagna inn til þess að mæta þörfum Úkraínumanna og svo eru öll ríki standa frammi fyrir efnahagslegum bara mjög alvarlegum tíðindum. Þannig að við erum komin á hryllilegan stað. En þetta hljómar allt eins og rökstuðningu fyrir því að Evrópa muni bara hætta að skipta sér að þessu? Nei, það nei. Og gefa eftir Nei, ég held að sleppa hendinni að skoða hverjir þetta eru, að þá þessi Macron, Starmer og fleiri sem hafa eins og kallað investerað rosalega í þessari stefnu sem ég andmæla og það er erfitt fyrir þá að segja, heyrðu, við erum búin að tala í 3 ár fyrir að þetta myndi enda svona og gæti ekki enda með öðrum hætti og við vorum í Reykjavík að skipta stríðskaðanum og hvernig við ætlum að ráðstafa honum og því miður. Það er ekkert svoleiðis. Við ætlum að hætta stuðningi við Úkraínu og þeir verða að gefa eftir land. Ég bara sé ekki, þú veist hvernig mennin ætla að bakka út úr þessu. En svo getur verið að það gerist ekki, en það muni leiða til þess að allir þessi ráðamenn muni að tapa stuðningi innan sinna landa. Og það kannski horfaði líka á að eina leiðin til þess að halda, kannski það besta fyrir Macron að vera stríðsforseti, senda börnin okkar á vígvöllinn og ekki, hvað heitir það, að safnast í kringu flaggið.
En ekki líklegt að umræðan og öll nálgun þessi mál taki breytingum frá með þeim degi sem að Evrópuríki ætla að fara að senda hermann þarna í virka þáttöku? Er það ekki líklegt? Þegar að þetta var breytast úr sko stuðningi. Engin list í Frakklandi fyrir stríði í Úkraínu. Engin. Og hún hvergi. Hvað sem ráðamenn segja, að þá sko íbúar þessar landa, þeir eru ekki til í þetta. En þetta mál svipar eins og Gaza, afhjúpar svolítið hvað stjórnmálastéttin í Evrópu klofin frá bara venjulegu fólki. Já. Og svo vörn, eins og þú ert að benda á, svo vörn sem við heldum kannski að væri fælist í því að vera aðili að NATO og hernaðarbandalagi eins og því að hún þegar á hólminu komið kannski ekkert. Þetta ekki Evrópa stendur ekki saman. Nei, þetta byggði á gríðalegu ofmati á yfirbörðum vestrænna vopna, gríðalegt ofmat á viðskiptaþvingunum og stöðu vesturveldana í heimshagkerfinu. Það kemur í ljós að sko Rússland hefur eiginlega komið betur út úr þessu heldur en Evrópa. Að þau bara beint viðskiptu sínum annað og auðvitað svona stríðshagkerfið þarna og það ekki til vetur setjandi til langs tíma. En það ekki verið sko sami samdrátturinn í landsframleiðslu eins og hefur verið í Evrópu. Ég verð með viðtal við geðlækni við Rauðaborðið í kvöld sem bendir á þetta komið á það stig þetta mál sem bendir á þá staðreynd að við Íslendingar við erum bara fúsir til þess að setja 1,5% af þjóðarframleiðslu til hermála bara eins og hann kallar það en það fyrir bara 1,1% af þjóðarframleiðslu til gervallara geðheilbrigðismála og við sjáum alveg sko bara þegar maður sér þennan samanburð þá svona fer hrollur niður hryggsúluna og hugsið ykkur það sem nú verið að ræða að Evrópuríkin þær tölur og þau hlutföll sem þær eru í gangi hvernig þetta mun strax éta undan félagslegum kerfum innviðum og öllu því ef þetta verður keyrt til hins ítrasta. Aftur á móti var annað stríð í einu grjótkletti forðum tíð, það var í Borgarholtsskóla, frétt frá DV. Já, hvað finnst ykkur um þetta? Það eina sem ég vil segja um þetta að það ekki verið að reka mannin. Nei. Það ekki verið að endurráðan hins vegar. Þetta aðeins tveir ólíkir hlutir. Menn túlkið það þannig. Við erum til þess með mjög reiðan lögreglustjóra á Suðurnesjum sem fyrir það saman hlutum. Já. Ég held að þetta sé ekki eftir breytni verð. Nei. Ég held að stjórnvöld... Þetta er refsa manninu fyrir að hafa verið vondu við Flokk fólksins. Já. Það náttúrulega bara algjörlega ófært. Já, það er það. Stjórnvöld eiga ekki að skipta sér af. Þau eiga ekki að vinna svona. Það á ekki að, ég meina allir sem hafa unnið í blaðmennsku vita það að sannleikurinn mun ekki gera þau frjálsa, mun gera þau ærulausa, eins og sagt en skólastjóri þó að megi kannski setja aðeins spurningamerki við það hvernig hann höndlaði þetta undarlega skómál ef þetta var þá einhver mál. Og svo hvort það hann í kjölfari líka síðar þegar hann ætlar að breyta. En hann það á ekki að kosta hann þessi svæðisskrifstofur. Þá hann á móti þessu breytingum á framhaldsskólakerfinu. Hver hann sér aftur hljós, þannig að þú veist, en ef þetta er svona að einhverja persónulegar væringar þeirra á millum út af þessu skómáli eða það að rödd hans hafi verið notuð gegn því að hann sitji áfram maður sem hefði bara þurft 2 ár og þá er hann komin á eftirlaun maður með rosamikla skólasögu en líka umdeildur maður hvernig hann fékk þessa stöðu í skjóli menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins fram hjá hæfisnefnd Ragnar Þór Pétursson sagði sig úr nefndinni og allt var vitlaust á sínum tíma. Þetta er höfundur hvítbókarinnar. Þetta er einn af þeim mönnum sem að skipti með illuga. Þetta er einn af þeim mönnum sem helst ábyrgur fyrir styttingu framhaldsskólans úr 4 árum í 3. Það er alls konar saga í tengslu við þennan mann. En mér er eiginlega alveg sama hver hún er. Ef það er verið að refsa honum fyrir það að taka til máls og jafnvel þótt hann hafi kannski sagt eitthvað inn á kennarastofunni sem hann hefði eitthvað að segja eftir þetta símtal við Ingu Sæland þá bara gengur það ekki og nú verða fjölmiðlar, þeir sem hafa best aðgengi að Ingu, að ganga mjög hart að henni og Guðmundi Inga og fá rökstuðning. Ég hef ekki heyrt þetta áður að þetta gæti verið svona eins og þetta verið Shakespeare-leikrit að þegar Flokkur fólksins hefði drepið uppáhaldsson
Hertós á Humbarlandi að þetta væri verið að sýna Sjálfstæðisflokknum að jafnvel ykkar uppáhaldssynir, þeir eru ekki. En þetta er náttúrulega kenningin ekki mín sem þú segist. En auðvitað er þetta Sjálfstæðismönnum áfall samt sem áður. Það kom í MBL var með frétt, skólameistara Borgholtsskóla vikið, þið eru á móti því. Það er ekki rétt. Nei, það er ekki rétt orðanótkun. Þetta er pólitískt túlkun blaðsins. Já, og Eiríkur Rögnvaldsson hefur átalið Morgunblaðið fyrir þetta og það sem Eiríkur Rögnvaldsson segir íslenskt mál og notkun þess, það stendur. Hann er lögregluvald. Hann er það. En það sýnir einmitt skotgrafinnar. Já, en höldum því til haga sko að ég man ekki lengur í hvaða ævisögu það er sem er vitnað í viðhorf einhvers mann sem að lýsir þessu þannig að nú hafi Sjálfstæðismenn náð þeim áfanga að það séu allir skólastjórar í Reykjavík Sjálfstæðismenn. Þannig að þetta kannski eru þessar pólitísku skipanir í stöður eins og þetta að þær eru leifarnar af embættismannakerfi sem var byggt upp fyrir flokkana og þannig að þó við séum hneykslaðir á því að það sé verið að sparka honum út af einhverju sem hann sagði að þá ættum við kannski líka gleðjast yfir því að sé að verið að grafa niður og grafa undan og brjóta niður þetta gamla kerfi sem var engum til gagns. Það var hryllilegt, það var bara vinstri maður gat ekki orðið yfirkennari eins og við. Við skulum líka gleðjast ef þetta á að verða einhver almenn regla að þú fáir ekki automatískt endurnýjun. Það má vel. En sko af því að þetta er eina dæmið sem við vitum núna sem að þessi ráðherra og flokkur fólksins hefur í menntamálum beitt sér svona hvað maður að segja, gegn, gefur honum ekki kost á því bara að halda áfram og við veitum ekki nein önnur dæmi, þá horfir þetta svolítið illa, en það er svo sem margt ósagt ennþá. Það verður að skilja allt svolítið öðruvísi, meðal annars það að hvað hann segir á kennarastofunni, ef hann er svona pólitískur andstæðingur flokks fólksins, að þá fer hann að láta það, honum hann leyfir sér að láta það berast út. Þetta samtal. Það er markflókið í þessu. Heyrðu, það var þetta komnir á þing. Þingi tekur upp öll svona mál. Þetta er hann Jón Pétur Símsen. Hann segir þetta kallast á venjulegri íslensku ógnarstjórn. Já. Mér finnst það nú örlítil, þetta er aftur fyrir álslega orðanótkun. Ógnarstjórn er það sem við köllum rauðu khmerana í Kambódíu, var það ekki ógnarstjórn. Það er mannað verið. Þetta er heldur djúpt í árin tekið. Okay. Hann mætti á stöð 2 í settið. Hann var nú ekki alveg svona herskár þar eins og hann er oft nýr á þingi verður frekar kurteislegt viðtal. Er það ekki? Jú, en það svona sýnir sitt sko fréttamat þeirra ástöð á sín heitir þetta vist að þetta var frétt númer 2 og hann er þarna kallaður til og látin tala langa stund þetta. Ég hugsa að fréttastofa sínar veði á að þetta mál sé bara rétt að byrja. Og ég hugsa að þetta geti orðið stórt mál í fréttalegu tilliti. Hvað sem Jón Pétur Símsen segir. Mér finnst ég skynja svona titring og öryggi hjá mörgum út af þessu máli. Sjálfstæðisflokkur var oft þannig að þú snertir einn af okkur, innvígðan og innmúraðan, að þá bara helbreyk lús. Já, en þá var flokkurinn í betri stöðu og sterkari heldur en núna. Þannig að kannski er þetta sko upphafið af svipugöngum fyrir Sjálfstæðisflokkin sem að hann mun þurfa að ganga. Já. Ég hef enga trú á því að þessi ákvörðun verið tekin tilbaka. Herðu, það var Guðrún Karls Helgudóttir biskup var í Kastljósi og hún var þar að tala þau stórtíðindi sem að gerðust að kirkjan ákvað að taka upp nýtt vörumerki og notaði krossinn sem að kannski þykir ekki. Ég er orðulaus. Hver átti von að þessu? Já, en hún mætir svolítið öðruvísi klætt heldur en fyrir biskupar. Já. Og hún er með svona öðruvísi látbragð og svona, ég valdi nú þessa myndaðina sem hún er að... Hún er markaðsmanneskja. Já. Hún er að veiða sálir eins og Jesús og notar til þess nútíma tækni er að gjörbylta miðlum kirkjunar. Þetta fyrir töðunar og sumum, aðrir segja að það var löngu komið tími til. En ég sé ekki betur en að það gangi alveg sæmilega í kirkjustarfunni hjá þeim. Maður heyri það að kirkjusókn sé betri en hefur verið skeið. Og góðu kostur á Kastljósi að vera með kirkjuna á aðvendunni? Já, það er, já, heldur betur. Og til því? Við erum í andlegri leit, mörg hver og sumir í andlegri krísu. Já, en höldum því bara til haga samt að það er stutt síðan að
Já, kannski ekki svo stutt. En sko, kirkjan á ekki jólin. Hún á ekki jólin. Þetta verður sér þáttur. Við getum ekki, því að við ætlum að fara að skoða Vísi, þá var kirkjan stal jólin. Með því að gera þau að fæðingardegi Jesús. Við tökum það sér eftir jólin. Ok. Það tökum við þáttur það, hver á jólin. Þetta aðsend grein frá Drífu Snædal, talskonu Stígamóta. Væri Albert ekki frægur, íslenskur íþróttamaður? Já. Hvað þá? Hefði hann verið dæmdur ef hann hefði ekki verið frægur? Er hún að segja það? Já, það sem áhugavert að málinu lokið og oft svona þögn eftir dóm en hún segir í þessari grein, hún ber saman mann af arabískum uppruna sem var dæmdur fyrir kynferðisbrot í öðru kynferðismáli og segir Landsréttur var í því máli einhuga að leggja framburð brotaþola til grundvallar fyrir sakfellingu. Áhugavert að bera saman málin og velta fyrir sér hvort Landsréttur hefði þríklofnað í afstöðu sinni ef ekki hefði verið að ræða þekktan íslenskan landsliðsmann í fótbolta. Og ég hef ekki bara leyfa orðum hennar og vafanum að standa. Já, við reynda sögðum að því að hvernig dómurinn var og hann verið klofinn að þá hvernig að leiðilt orða þannig að þá fekk hver eitthvað út úr þessu. Og við tölum það að þetta mál yrði áfram rætt meðan hans hvernig hann klofnaði því að það 1/3 hluti dómsins sem að vildi dæma hann í 2,5 ár í fangelsi og mér finnst ekkert óeðlilegt að sé 1/3 af þjóðinni sem bara sama máli. Þannig að sömuleyti engin friður þetta mál, þannig að mér kemur það í sjálfum sér ekki óvart að líka eftir að koma ákvörðun hvort það verði sóst eftir því að Hæstiréttur taki þetta fyrir. Við töluðum aðeins hann Úlfar, fyrrverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum sem var svolítið harðorður í viðtali við Helga Seljan. Þetta kom fram í umræðunni á þinginu. Grímur sem fyrrverandi lögreglumaður, Grímur Grímsson, hann var ósáttur við þetta var svo svakalegt viðtal, hlustaðu á þetta? Já. Það var svakalegt viðtal. Hann lýsir lögreglunni bara sem gerspilltu fyrirbrigði. Já, og Grímur bara tekur allt tilbaka af því sem var sagt í gær nema það geti verið einhver örfá í aðaltilfelli en hann segir bara að lögreglan að langmestu leyti laus við spillingu, við getum treyst henni, það frábært fólk í lögreglunni og það mikilvægt að borgararnir treyst henni. Þannig allt sem kom fram í gær reynir Grímur bæði í liðnum störf þingsins og alþingi í dag að bera tilbaka sem náttúrulega fyrrum rannsóknar lögreglumaður og svo skrifaði hann líka færslu á Facebook og maður svona veltir í fyrir sér liggur sannleikurinn einhverstaðar mitt á milli. Þetta svona klassísk umræða, annar segir að þetta séu bara skemmt epli en hinn segir að tunnan öll rótin. Tunnan rótin. Ég held að ég geti verið sammála Grímur með það að það nauðsynlegt að við treystum lögreglunni. Það best fyrir alla. Hún þarf að vera traustsins. Já, hún þarf nefnilega að vera traustsins og að því að þú varst að tala hvað hátt hlutfall af þjóðinni væri sammála eina dómaranum sem vildi dæma Albert í fangelsi að þá væri áhugavert að sjá við þjóðarinnar hverjum trúa þeir, hverjum trúum við. Já. Ég held nefnilega það náttúrulega alveg tilgangst að það verður að spyrja okkur. Já, en það sem ég meina að það svona bara mitt viðhorf að ég held að mjög margir hafi eigi ekki sérstaklega góðar minningar eða góða reynslu af samskipti við lögregluna og séu þess vegna tilbúnari til að trúa Úlfari heldur en Grími. Og svo líka varð mjög mikil gagnrýni á lögregluna og meðal lögreglumanna þegar ríkislögreglustjóramáli fór fram. Fjölnir hjá Landssambandinu bara opnaði þarna fyrir nýja kritík og það svona maður finnur það að það leikur meiri vafi á því hjá almenningi núna hvort lögreglu treystandi eða ekki. Það nú kannski bara að mæla með því að fólk treysti öllu varlega. Hér frétt frá RÚV sem þetta framhald að Kveik þætti. Þarna hann Gylfi sem prófessor í viðskiptadeildinni að tala sölu tryggingar og ráðgjafar á tryggingum sem sástu þennan Kveik þátt? Já, ég horfði á Kveik þátt. Ég horfði á þetta ekki ekkert. Þetta fyrirtæki sem að selja tryggingarnar, það búið að starfa hérna á Íslandi held ég í 20 ár. Já, seldi fyrir Nóvis áður sem kom í ljós að var hálfgert svikafélag. Já, en það sko, ef að svona kompani hafa starfsleyfi, þá það erfitt að sjá hvar hið opinbera eða eftirlitsstofnanir eiga að stíga inn í til að verja fólk
sem auðveld bráð. En Gylfi verið að kalla eftir því að bara verður að hafa eitthvað skýrari reglur. Já, það getur vel verið. Þá skulum við bara fá þær. Já. Ég fikk fyrirspurnir frá ókunnugu fólki í dag, hvað samstöðin ætlaði að reyna að fara í þetta mál frá bara fólki til bæ. Það var að selja tryggingar? Nei, fólki sem með, sem ekki var rætt við, en segir ljótarsögu. Hvar ætlar að stíga inn? Ég meina, það ringir einhver maður í þig og vill selja þér eitthvað sem sennilega of gott til að vera satt. Og svo situr eftir með sortinu og skrifar undir eitthvað eins og þessi kona í Kveiksþættinum lýsti. Já, náttúrulega verja fólk fyrir svoleiðis, sá sem að þetta eru löggildir fasteignasalar. Já, þú getur ekki að reyna að verja þig fyrir eitthvað sem en þú getur ekki, hvernig ætlar að fara því að kenna fólki að það á ekki að kaupa eitthvað í dyrunum? Eða af einhverju sem hringir í þig. Ef þú ert kaupað tryggingar eða lífeyrissparnað. Ok, þú reynir að benda fólki á það. Svo kemur í ljós að það eru 10% sem að kaupa í dyrunum. Að þá hugsar þú sem stjórnvald ef ekki verið að banna dyrasölu. Af því það hefur komið í ljós að 90% af dyrasölu meira minna svik og brettir. Og þá segir ykkur, ég vildi selja ljóðabókina mína og svona. Og þá segir við hann, því miður að það bara meiri hagsmunir að reyna að stoppa þessi svik, þar sem að fólk að tapa aðleigunni sinni út af einhverju dyrasölu. Og þú verður bara að finna ykkur aðra leið til að selja ljóðabókina þína. En alltaf þegar að þessi umræða kemur upp, þá farið að tala um að það þurfa að hjálpa fólk, mennta fólk betur og auka kennslu í fjármálalæsi og eitthvað svoleiðis. Stærstu fjársvikarar í heimi yfirleitt viðskiptafræði menntaðir. Þannig að það eykur ekki heiðarleika að kenna fólki fjármála tricks. Nei, þess vegna finnst mér frekar ódýr viðbrögð að setja fram einhverja kröfur að það þurfa að stöðva starfsemi þessara fyrirtækja þegar það sennilega ekki hægt. Skilurðu? Ok, við skulum taka þessar áskorunar að fjalla frekar þetta. Í dag var verið að tilnefna Íslensku bókmenntaverðlaun. Þetta hópurinn sem að fekk tilnefningar í hópnum íslensk skáldverk. Fylgdust þið með þessu? Þetta... Já, ég hef áhugað þessu. Já. Og hvað eitthvað sem að koma óvart? Það gleður mig sérstaklega að sjá Eirík Jónsson sem þarna hvíthærður og hvítskeggjaður að því ég þekki Eirík persónulega og hann gaf mér þessa bók sem hann var að gefa út. Hann að nálgast starfslok held ég og þetta fyrsta bókin sem hann skrifar. Þá ég ánægður fyrir hönd Eiríks vinar míns að hann skuli hafa fengið þessa tilnefningu vegna þess að hann gaf mér bókina og ég búin að lesa hana og þóttist sjá að þetta væri, ég hef grunum þetta sé verðskuldað. Þarna Haukur Már Helgason sem starfaði á samstöðinni. Gleðjumst með honum líka. Mjög góður blaðamaður og sérstakur, með sérstakann stíl í blaðamennsku eins og hann bara með í lífinu. Þannig að við erum nú búin að tala við meiri hlutina þessu fólki. Ég held að þetta að tala við Eirík. Já, kannski við bætum honum á listan. En það í fræðibókina, þá til dæmis fekk frökun Dúlla sem við nú tekið viðtal fekk tilnefningu. Spegið þjóðar fréttamyndir sem að þú tókst viðtal við. Þegar mamma mín dó, ég tók viðtal við Sigrúnu Ölbu Sigurðardóttur. Þannig að hlustendur samstöðurinnar þekkja mikið af þessu fólki sem að fá tilnefningar núna. Og við skulum, ég held að halda áfram að tala við það sem að skrifa og ég sérstaklega hrifinn að auðvitað ég með slagsíða því ég þekki Eirík en mér er líka gleðilegt að sjá þegar að fólk á mínum aldri að byrja á einhverju nýju þegar það stígur upp úr skúfunni eða út úr skápnum. Það von í því. Þú ert umboðsmaður Eirík. Ég umboðsmaður Eirík. Ég umboðsmaður allra sem að vilja gefa út þar sem þeir hafa verið að skrifa. En ef þú stendur vel sem intern, þá kannski getur þú bara tekið viðtal. Hörðu, það frétt á Morgunblaðinu. Það þau vilja fá styrk til þess að halda edduna. Nei. Nei, ok, Morgunblaðið aftur, næsta frétt. Logi ætlar að koma með föstudaginn, lausnin á vanda fjölmiðlana. Ég býst nú ekki við að lausnin komi. Nei, ég var ekki vonað því heldur. Hún verður ekki stór eða góð. Nei, en þetta kemur á föstudaginn og þá getum við kannski farið að fjalla þetta. Einn sem að tengist okkur svolítið á samstöðunni, hún var á Vísi. Þið munið eftir þessu að við vorum í svolítið að klóra ykkur í haustnum í vor þegar RÚV tilkynnti alltaf að færa fréttina til klukkan 8 og við höfum alltaf verið klukkan 8 og við sem ekki hvað við ætlum að gera. Þannig að við erum alltaf verið að bíða hvernig við höfum að bregðast við. Þeir gáðustu. Þeir ætluðu að fara í samstöðuna á heimavelli samstöðuna, þeir þorðu ekki. Töpuðslagnum hefur rétta fyrirsögnin. Af hverju ekki hádegisfréttir klukkan 12?
hér í okkur. Nei, hjá RÚV. Í hvaða fortíðar fari þetta eiginlega fast? Hvað er það, 12-20? Já. Þú vilt ekki klára soðninguna áður en að hlusta Ég meina, það skip er farið. Við lifum ekki lengur í heimi þar sem að allir koma heim í hátíð. Páll Ásgeir í þessu stuttar rými sem við höfum hérna. Herðu, hérna er einn frétt, Margrét Jónasdóttir, hún er hætt, hún var vara dagskrárstjóri. Hún kom svolítið inn í fréttir af því að mynd eftir hana sem að fjallaði hrunið og var eiginlega bara rosaleg. Hneyksli. Algjört hneyksli. Algjört hneyksli. En hún sótti að taka þau fyrir sem dagskrárstjóri, það var önnur ráðin. Meira fjölmiðlunum. Morgunblaðið er með frétt. Kristrún biðst enn undan viðtali. Birti Morgunblaðið þetta. Hann vill fá viðtal til þess að tala við hana fílu menntamálaráðherra gagnvart Morgunblaðinu. Síðan hvenær má ekki segja nei við Morgunblaðið? Nei, ég er að velta fyrir þetta gerist ekki oft sem að þetta er svona eins og að vera með auðan stól í viðtali sem að gerist einu sinni einhvern tímann það var ekki BBC heldur í TVF held ég. Svona fyrirsögn á maður að nota þegar þjóðarvá er framöndan og leiðtogar og höfðingjar stinga höfðun í sandin. Ekki eigin mótkunargirni. Nei, þetta er ekkert annað. En íslenskir stjórnmálamenn hafa oft gert þetta. Þeir hafa, ef þeim líkar ekki það sem fjölmiðlar segja þá sniðgæðum hvað þá. Sigmundur, hann vill aldrei tala við okkur. Svarar okkur í þessu. Sigmundur vill ekki tala við neinn. Þannig að við ættum kannski að vera með svona heila þátt viðtal við Sigmund þar sem hann mætir ekki. Það er alveg rétt. Þetta er svona svipað. Það er alveg rétt hjá ráðherrar, forsætisráðherrar. Af því að við vorum að tala um það áðan að fólk með reynslu og langt minni man ég það ekki rétt að þú hafði einhvern tímann lent á svörtum lista hjá Ólafur Ragnari Grímssyni þegar hann var fjármálaráðherra. Og hann fekk ekki boða á blaðamannafundi af því að ég skúpaði fjárlögunum. Einmitt. Og ég hef átt í glímu við forsætisráðherra sem neitaði að tala við mig. En það er þá út af einhverjum stórum málum sem að maður velur sér slægin. Davíð Oddsson talaði ekki við Stöð 2, Davíð Oddsson talaði ekki við Fréttablaðið, bara í mörg ár. Við vorum ekkert með alltaf á forsíðunni enn talar Davíð ekki. Nei, og ekki um einhver smá mál. Þetta er svolítið að kasta stein úr glerhúsi því að það er engin annar en ritstjóri Morgunblaðsins neitað að mæta. Svo er það. Já, ótrúlega fyndið. Herðu, samstöðin var með frétt uppgangur Miðflokksins sýnir þörf á sterku RÚV. Já. Ég rætti þarna við þennan ágæta Jón Trausta Reynisson á Heimildinni í gær og Ólaf Arnarsson og DFF og ég ákvað að gera frétt upp úr því sem að hann talar að hann segir að þótt einkamiðlarnir séu að deyja og svona þá megum við ekki færa eitthvað hatur yfir og RÚV eða við megum ekki láta eins og að RÚV við megum ekki grafa undan RÚV þótt enga landslæði sé eins og það er og svo fer hann bara að tala um Orbán og Ungverjaland og Pólland og hvernig fjölmiðlafrelsi hefur verið skert þar og svo fyrir hann að tala um miðflokkin og framgangur miðflokksins ef þeir komast í valda þá getur bara verið stór hættulegt að ef þeir ætla að veikja eða leggja niður RÚV og mér finnst þetta bara umhugsun að vera punktur á. En ef að RÚV er sterkt verður þá ekki bara settur miðflokksmaður sem útvarpsstjóri? Það gerir Orbán og það gerir Erdogan og Trump er á þessu. Hann er bara að stjórna í hver er fréttastjóri CBS. Og hann er semst að tala um mikilvægi þess að RÚV haldi sjálfstæði sín. Já. Það tryggja að hann geti ekki eðilegt. Og við hjálpum RÚV svolítið að halda sjálfstæði. En þannig gætu þetta öflug afsökunarbeiðni fyrir vintrismálið gætu þetta kannski hjálpaði eitthvað. Það getur fyrirgefið RÚV. Við erum komin aðeins svo langt hérna en ég ætla að aðdókast að Laufey geti fundið síðustu fréttina, númer 38. Ég ætla að taka þá þessa 4 sem eftir eru eftir 38. Það er frétt frá Danmörku frá Politiken. Það er, þú ert eitthvað inn í þessu? Ég rakst það þetta, ég var skemmt yfir þessu. Þetta fjallar um einhvern skemmtiþátt sem á að vera á TV2 á gamlárskvöld. Eins konar áramótaskvöld. Og það var einhver komiker, Sílius held ég hann heiti, eftir nafni. Hann vildi fá að segja, hann vildi fá að búa til skets þar sem hann segði að Lars Løkke væri fyllibitta. En hann fékk það ekki og þá sagði hann sig frá verkinu. Það var svona prinsipfastur og þeir réði einhvern annan í staðinn.
Og tókst að segja meðan að verða fjarlægin að Lars Løkke væri fyllibita. Já, með því leið þetta kemst í fréttir að þá eiginlega búið að stela glæpnum. Þannig að þeir gæti alveg ráðið hann aftur. Ég fór að velta því fyrir mér hvort að eitthvað af þessu tagi gæti gerst á Íslandi. Í landi frjálslyndisins að maður hefði talið í þessum málaflokki í Danmörku. Við vorum bara fréttir af því, hvað heitir hann, hollenski fræðimaður sem var með erindi á vegum BBC og sagði að Trump væri opinberlega spiltast forseti Bandaríkjanna að BBC klippti þau í burtu og sendi síðan ordrur til allra starfsmanna þeir mættu ekki vísi í þetta. En við tökum þá næstu fréttar númer 39. Faraldur augljóslega. Já, það er þetta er í einu viltablaði Aftenposten í Noregi sem er virðulegasta blað Norðurlanda líklega. Þeir eru að fjalla að það er komið svona sérstakt lúk sem er kallað Mar-a-Lago andlit og þið getur vist farið til lítarlækna í Bandaríkjunum og sagt að ég ætla að fá Mar-a-Lago og þá færðu þennan svip. Þetta er nú verið fjallað þetta svolítið áður að allar konur sem að tengjast Donald Trump eru byrjað að líta út alveg eins og þetta er sem sagt lúkið sem að er verið að fjalla þarna. Og síðasta fréttin að hún er úr Guardian sem að þetta er nafniðinn Björn sem er Þvottabjörn. Já, númer 40 er hún Þetta er mjög spennandi frétt, sérstaklega því að Björn er Spennandi bara gjörsamlega. Þetta gerist í Virginíu fylki í Bandaríkjunum en Guardian kemur út í Bretlandi. Þetta er svo stór frétt að hann finnst þarna á klósettinu og það fer fljótlega að renna í grun að hann sé áfengistöður. Og það er svo sem enginn þarf ekki að vera neina rannsóknir á því að ég verið með mynd af áfengisbúðinni sem hann fór í gegn að hann sem sagt braut flöskurnar og drakk sig. Elsku kallinn. Herðu, Páll Ásgeir, gaman að fá þig hingað og Björn, kæra þakkir. Ég bendi Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og stjórna myndstjórnin okkar. Ég bendi ykkur á sem eru að horfa á okkur á YouTube og á Facebook að þið þurfum að finna nýtt streymi þar sem að Rauðaborð kvöldsins verður. Mjög spennandi þáttur framundan. Ef þú ert að hlusta í útvarpið eða sjónvarpið þá engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er hér eftir augnablik. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á wafr.is.